Sæl aftur. Í þessu þriðja myndbandi notkun JB Byggir förum við yfir hvernig við byrjum að nota og stilla gæðakerfið. Við höfum skráð okkur inn og sjáum uppsetningu kerfisins eins og við viljum gjarnan skilja við það eftir uppsetningu. Í þessu myndbandi höfum við tekið afrit af grunni fyrir gæðakerfi inn í notanda sem við köllum JB Demo gæðakerfi. Við ætlum að sýna hvernig breyta má þessari uppsetningu því hægt að nota kerfið á nokkra mismunandi vegu. Ég mæli með því að setja gæðakerfið upp með þeim hætti að í fyrsta lagi hafa eina möppu á efsta þrepi með annars vegar öllum bakgrunnsupplýsingum umhverfi gæðakerfa sem við köllum G1 og hins vegar upplýsingum fyrirtækið, starfsmenn og starfsemi þess sem við köllum G2. Á efsta þrepi eru öll þau verkefni sem sjást í dálknum lengst til vinstri undir Project Spaces. Í öðru lagi að setja G3 frumrit fyrir ný verkefni einnig á efsta þrep í Project Spaces til að auðvelda aðgang að þeirri möppu við stofnun nýrra verkefna. Í þriðja lagi að hafa G4 möppu á efsta þrepi sem geymir öll verkefni sem eru í vinnslu. Þannig velur þú G3 frumritið og smellir á copy eða afritanhappinn fyrir ofan miðjudálkinn, velur að afrita undirmöppur sem við köllum children og smellir svo á G4 í vinstri dálki. Þá birtist G4 í miðjudálkið og smellir á efstu línuna til að fá afritið þangað inn. Þannig byrjar til afrit af frumriti og gefur afritinu nafn og númer verkefnisins. Í fjórða lagi mælum við með að stofna möppuna G5 fyrir verkefni sem lokið og hafa hana einnig á fyrsta þrepi. Þegar verkefnum í G4 lokið skal flytja þau beint inn í G5 með því að nota Move hnappinn í stjórnstikunni fyrir ofan miðjudálkinn. Veldu verkefnið, smelltu á hnappinn, veldu svo G5 möppuna í vinstri dálki og smelltu á G5 efst í miðjudálki. Lítum núna aftur á G2 og setjum inn þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru starfsemina. Breytum nafninu á svæðinu til samræmis við heiti starfsemi. Förum inn í User Settings til að athuga hvort allar stillingar séu í lagi. Við sjáum að Google reikningur ekki tengdur, þannig að við tengjum hann til að geta flutt tölvupósta inn í gæðakerfið. Næst kíkjum við á G201 til að sjá hvort lýsing á gæðakerfinu sé í samræmi við okkar uppsetningu. Hér eru engar breytingar. Við höfum sett upp tengingu við Gmail og G-Drive, þannig að afritun getur átt sér stað inn í Google Drive. Hönnunargögn tilbúin til notkunar fara inn á JB en gögn í vinnslu eða hönnun skal geyma í samsvarandi möppum á Google Drive. Þá ætlum við að halda númerakerfi því sem JB Byggir leggur til. Fyrsti stafur er einkennistafur fyrirtækis, næstu tveir eru ártalið, svo koma tveir stafir með raðnúmeri ársins og loks einn bókstafur sem táknar ábyrgð í tengslum við uppáskriftir. Hér setjum við B fyrir byggingarstjóra. Í G202 setjum við inn úttektir og vottanir sem farið hafa fram á kerfinu. Einnig staðfestingu á beiðnum skoðun á kerfinu, setjið inn skönnuð skjöl eða staðfestingu úr tölvupósti. Í G203 fara starfsleyfi og löggildingar fagaðila. Öll bréf sem staðfesta hæfi viðkomandi fagaðila skulu geymast hér. Meistarabréf, staðfesting Mannvirkjastofnunar og staðfesting réttindi til að skila hönnunargögnum. Í G204 þarf að koma fyrir staðfestingu frá tryggingafélagi hvernig tryggingum fyrir starfsemi sé háttað, fáið sent frá tryggingafélaginu PDF-skjal með staðfestingu. Í G205 skal setja upp skrá yfir öll verkefni starfseminnar. Þar skal koma fram númer verkefnis og heiti þess að minnstakosti. Merkja þarf við hvort verkefni sé lokið. Að lokum er að finna í skráningu fyrir hvern fagaðila hvernig viðkomandi nálgast málefni öryggis, heilsu og umhverfis. Þetta er víða umfangsmikill flokkur og hefur JB því sett saman þar sem almennt er viðurkennt sem lágmarksviðmið við uppsetningu
orku, öryggis, heilbrigðis og umhverfiskerfis. Notið frumriti frá YB og endurbætið eftir þörfum í samræmi við sértækar upplýsingar ykkar starfsemi. Áður en þessari kynningu lýkur skulum við stofna næsta verkefni, gefa því númer og nafn og setja á réttan stað. Veljið núna í vinstri dálki G3 möppuna fyrir frumrit nýrra verkefna. Þá birtist frumritið í miðjudálkinum og sjáið að efsta línan er valin. Smellið því næst á Copy-hnappinn. Þá kemur upp valgluggi sem þið gerið ekkert með. Smellið hins vegar á G4 verkefni í vinnslu og fáið verkefnaskrána upp í miðjudálki. Smellið svo beint á efstu línuna og fáið upp þennan valglugga þar sem þið veljið Copy Child Items og smellið á Copy-hnappinn í glugganum. Þá hefur afrit af G3 verið sett inn í G4 og þú færð tækifæri að gefa verkefninu nafn og númer. Gerðu það og smelltu á Save. Nú er komið af stað nýtt verkefni sem þú getur deilt til samstarfsaðila með ýmsum hætti. Við hlökkum til að vinna með ykkur við uppsetningu og notkun á YB Byggir. Hafið samband við okkur gegnum sala@yb.com eða í síma 896 977 og við aðstoðum ykkur við uppsetningu og fyrstu skrefin, auk þess sem við veitum samfellda þjónustu við rekstur gæðakerfanna.